Hæ, ég heiti Kolbeinn hjá Betra nám og ég ætla að fara stuttlega yfir hvernig þið notið æfingaforritið sjálft. Námskeiðið er fyrst og fremst nerpu og viðbragðsþjálfun. Það eru 3 grundvallar atriði sem skipta mestu máli fyrir árangurinn. Æfið aðeins 1 borð í einu. Hvert borð inniheldur stutt æfingasett því skammtíma minnið vinnur best með litla skammta og þannig ofhlöðum við ekki vinnsluminni bassins. Aldrei sleppa borði. Jafnvel þótt barni virðist kunna stafina, þá erum við að þjálfa sjálfvirka viðbragðið, ekki bara þekkingu. Endurtakið svo hvert borð 5-10 sinnum á dag. Það er endurtekningin sem flytur þekkinguna úr skammtímaminni yfir í langtímaminni og eyðir óvissu. Efri hluti valmyndarinnar sýnir viðbragðsæfingarnar en sá neðri lesæfingar. Ég mæli með daglegum æfingum þar sem tekin er 1 snerpuæfing og 1 lesæfing samhliða. Hverjum æfingaflokki er skipt upp í borð til að minnka álagið. Geri 5-10 umferðir í sama borðinu á dag eða þar til flæðið er orðið jafnt og gott. Það getur tekið nokkra daga að klára 1 borð. Æfingin er einföld. Nemandi nefnir bókstafinn upphátt og flettir á næsta með því að renna fingri yfir skjáinn. Hér gildir reglan að vanda sig og flýta sér hægt. Það er betra að hugsa en að giska. Forritið mælir viðbragðstíma bassins. Í lok hverjar umferðar birta súlur undir bókstöfunum sem sýna myndrænt hversu gott viðbragðið er. Misháar súlur sýna hik og óvissu og markmiðið er að ná súlunum niður. Stafaóvissa og orðaóvissa hægir nefnilega á framförum og þreytir nemandann. Hér kemur svo snjalli hlutin. Ef barnið hikar á tilteknum staf, skynjar forritið það sem hnút og eykur sjálfkrafa birtingatíðni þess stafs. Ef viðbragðið er gott, birtist hann sjaldnar. Það sama gildir hugtakaæfingar. Örvarhingur undir súlunni gefur til kynna að frekari endurtekningar er þörf. Þegar öllum stafaborðum er lokið, höldum við áfram í næstu flokka, nefnuhraða og orðmyndir. Orðabankinn hér er sér valin úr algengustu smáorðum tungumálsins sem oft vefjast fyrir lesendum, en þessi orð heyra líklega undir helming alls texta á venjulegri blaðsíðu. Með því að gera þessi orð sjálfvirk, þar nemandinn ekki lengur að hljóða sig í gegnum þau. Eftir 3-5 mínútur í viðbragðsþjálfun er tilvalið að færa sig yfir í lesæfingarnar. Þá getur barni valið texta úr vinsælum barnabókum sem eykur áhuga og virkar hvetjandi. Skoðum fyrst lesfimi. Ólíkt snerpuæfingunum er textin hér samfelldur. Nemandi les upphátt og strýkur upp til að fá næsta orð. Hér þjálfast barnið í að lesa orðasambönd og notar stærra sjónsvið. Næsti flokkur er lesskilningur, sem svipar til karaoke í framkvæmd. Setning birtist á skjánum og textin litast upp frá vinstri til hægri til að þjálfa aukhreyfingar. Nemandi stjórnar hraðanum sjálfur með stikunni hægra megin á skjánum. Að lokum er það svo æfingaflokkurinn heimalestur. Hann er hannaður til að létta heimalesturinn raunverulega. Í stað þess að basla við þéttan texta í bók, getur nemandinn lesið heilu sögurnar og stillt leturstærð og línubil að eigin þörfum. Þetta gerir barninu kleift að lesa texta sem það réði annars ekki við í venjulegri bók. Í lok hvers borðs færðu skýra samantekt á lesraða og framförum. En rifið nú upp helstu atriðin áður en þið byrjið. Æfið aðeins 1 borð í einu og ekki sleppa neinu. Endurtakið hvert borð 5-10 sinnum á dag eða þar til viðbragðið er orðið jafnt og örugt eins marga daga og þörf krefur í hverju borði. Flétti svo saman snerpuæfingum og lesæfingum á hverjum degi. Ekki gleyma heimalestrinum. Með þessu móti flýtum við fyrir árangri, minnkum mótþróa og gerum lesturinn að ánægilegri upplifun þar sem barnið finnur sjálft fyrir árangri og framförum. Gangi ykkur vel.